Nicole Gomez. Maður búinn að sjá svolítið af Heklu á samfélagsmiðlum og hún búinn að klára þarna 2 bardaga með handleggjarlás, það ekki, beinum? Jú, armbar. Og hún glímu alveg bara glíma út í gegn, það ekki? Jú, hún rosalega öflug í glímunni. Hún 4-4 í jiu-jitsu og með þessa 2 sigra, allar sigra, á þessu ári. Þetta 3. bardaginn hennar í ár. Það telur sko, þetta 1. bardagi hjá Nicole, hún 0-0. Og hvað veistu Nicole Gomez? Hún hefur æft MMA í 2 ár, með bakgrunn í karate, var 10 ár í karate og hefur svo verið að dreifa fyrir sig í jiu-jitsu líka á þessu tíma. Já, hún hefur fókusað mikið á glímuna í undirbúningnum og staðið með það og hún á von á því að Hekla komi, reyna að taka það niður og draga bardagann niður í gólfið og allir sem að finnst með Heklu á árinu vita að það svolítið gameplanið. Það hennar stíl. En Hekla má ekki taka af henni, sko. Hún líklega góður strækjar. Hún allur pakkinn. Já, hún allur pakkinn. Nicole Gomez bara ekkert þannig í garði gerða og hún þurfti ekki að skera niður mikið. Hún bara tók til mataræðinni í mánuð og þá vaknaði hún bara á vikt. Þannig að við mega vona því að hún verði bara með opnum og 10 og að það þynka niður í hvernig reyn. Hann var ekki til staðar og enginn drópast þar. Þetta ekki verið hvern sem að fljúa í annan land og berjast. Nei, heldur betur ekki. Hún vissi hvað hún vildi og hún lendi og fór beint í skælaðu. Það svoleiðis. En við sjáum á svipnum henni hérna og hún rosalega innbyggt og bara svolítið svín. Já, svona smá náttúrulega kemur frá Perú hálfveginn og minnir mann svolítið á Amanda Nunes bara einhvern veginn, hvað hún illskeitt einhvern veginn og... Já, það var svolítið skemmtilega sagt þér, ég hafði ekki hugsað þannig en það vissulega rétt. Það alveg svona smá... Já, svona Amanda Nunes, Jessica Andrade feelingur. Ladies and gentlemen, dömur og herrar, takkið þið vel á móti Heklu Friðriksdóttur. Þetta dama sem elskar að berjast. Það svoleiðis. Sko, hún skælbrósandi, en ég get sagt þér að henni langar að brosa meira. Það svoleiðis. Hekla náttúrulega hrikalega dugleg, eins og við segjum, sko. Hún 2-0, hún var mjög lengi að fá fyrsta bardagann sinn, til að bíða 1,5 ár, bara að bjóða sig fram, trekk í trekk, 1,5 ár var það að segja. Hún líka komin á Páli Óskari, notabenni, sko. Já. Það svakalegt, sko. Það smá statement. Þetta ágætið skilaboð að fara inn í hringinn, það geti ekki allir verið gorgeous, því miður. Heldur betur ekki. Það veit það ekki allir Heklu, en hún hetja. Hún vinnur fyrir þýsk góðgerðarsamtök og bjargar flóttafólki úr Miðjarðarhafinu. Það svoleiðis. Já, þetta annar sjóarinn á göldum. Þetta annar sjóarinn, en kannski aðeins öðruvísi sjóarinn núna. Aðeins öðruvísi sjóarinn og ég spurði einhvern mann hvað hefur verið bjargað mörgum mannslífum og hún hló og hefur ekki tölað því. Hún hefur ekki tölað því? Nei. Jæja, það nú mjög glæsilegt. Hún algjör hetja, þetta frábær manneskja, ótrúlega dugleg. Hún fór til Póllands á árinu, kemst á ADCC Championship, fékk silfrið í sínu flokki. Þetta bara, hún allur pakkinn. Nei, það einhver bjarmi yfir henni og eins og ég segi, ég var búinn að sjá hana á samfélagsmiðlum, ég var búinn að sjá klippur, hún hefur allavega svona, það sem hún að gera, það fréttnæmt. Það vissulega fréttnæmt og hún heldur því streki áfram að vera fyrsta konan sem berst í MMA á Íslandi. Á Íslandi? Á Íslandi. Já, einmitt. Hún semst ekki fyrsta íslenska konan til að berjast í MMA, hún fyrsta íslenska konan til að berjast í MMA á Íslandi. Og við skulum gera það greinarmun. Já, það betur sagt. Það er gott að hafa þig hérna mér við hlið, Dóri. Er það ekki? Jú. Og svo verðum við litla gervigrein. Síðan sjáum við að hún brosir, skælbrósir. Já, henni finnst þetta svo gaman. Dömur og herrar, bardagi nr. 4 í kvöld í fjárðurvík -66. Hérna sjáum við Sigurmólan dansa. Þetta vel við hæfi. Now, introducing first,
Ég held að það þurfi nú einhver veðmála síðan að setja stöðul á hvort að Arnar haldi röddinni hérna allt kvöldið, sko. Now, here in her first MMA event in her career, here at Glacier Fight Night, she stands in 162 centimeter tall, weighing 65.4 kilos. Fighting out of Anmov Academy, Trondheim in Norway, presenting one of Norway's most dangerous mountain, the Karate Queen, Nicole Gomez! Núna kynum við til leiks einhvern ötulasta MMA-iðkand á Íslandi í dag. 30 ára gamall í rauða horninu. Náði sér í sín fyrsta bardaga í mars á þessu ári og með 2 sigra og ekkert tap. Frá Reykjavík, Ísland, á meðan aðri skrolla, þá leitar hún hán uppi næstu bráð. Ætla sig stóra hluti. Hán 172 cm á hæð, viktað 65,8 kíló. Keppir fyrir Reykjavík MMA með fjólablátt belti í BJJ, margfaldur Íslandsmeistari og silfurmedhafi á ADCC Open. Ég kynni sjóarann, björgunarbardaga brjálæðinginn og keppanda í fjaðurvigt, Hekla Friðriksdóttir! Jæja. Það sem við erum að horfa á hérna, við erum alltaf að segja, já, þeir eru einn að fara að glíma og hinn að fara að lemja, en svo er þetta náttúrulega MMA, þeir eru báðið að gera allt, sko. Heldur betur. Og hér erum við byrjuð. Hekla María. Hekla þetta aðeins reynslu meiri en Gómez. Gómez fekk grimm og raðar hérna inn höggunum. Byrjar mjög sterkt. Þetta er sniðut hjá Heklu. Fyrst að hún var komin á svona skrið með höggunum, að fara bara í glímuna, tróðin upp við búrið og bara herðu, stopp, post. Já, þetta gerir gæfumuninn í barna eins og þessum. Hún á nú í einhverjum. Úff, nærir henni niður. Hún ætlar að standa upp. Sjá. Og bakið er þarna. Já, það stóð 20 boða og hún ákvaði að taka bakið. Og það er best að vera. Það er best að vera. Það er hinn eina svona algjör yfirburðastaða í MMA. Já, algjörlega. Og hún er að tróða hendinni þarna undir. Hún þarf bara að losa hina hendina til að geta spennt þetta. Hún gæti tekið þetta í one-handed. Þetta er orðið ansið þétt. Ansið þétt. Hekla gerir vel að setja hökunum sína yfir kyrkingahendina. Hún er með hana! Það er submission. Takk fyrir! Ég kann ekki lengja því, maður. Gæti ekki betur að segja að það hefur verið one-handed three-legged choke. Settu það á feilskruna Hekla. Wow! En Gómez byrjaði sterkt, náði að raða nokkrum höggum. Hekla fattaði að hún þyrfti að glíma. Hún sneri til hægri þegar hún hefði snúið sér til vinstri, náði bakinn á henni og þetta var endurinn á því. Nú ætlar Nonni að príla hérna niður einn hættulegasta stiga Suðurnesjana sem er hérna við lýsindabúrið. Sjáuði off-forsið í þessu og það eru allir vöðvar spenntir hérna. Ég held að þetta hafi hins vegar, hún hafi náð að lauma inni hendinni þarna á bakvið til að herða takið. En þetta er það sem Brasilíumennirnir kalla Mataleo eða ljónadrápið. Með sigur eftir rear naked choke. Þegar 1 mínúta og 13 sekúndur eru búnar eftir fyrstu lotu. Úr rauða horninu Hekla Friðriksdóttir. Hekla Friðriksdóttir, hvernig er
að sko sækja þennan glæsilega submission sigur á svona glæsilegu kvöldi eins og í kvöld? Það var bara dálítið glæsilegt, eða ekki? Þetta var geggjað, það frábært. Vera loksins með sjó á Íslandi, geta keppt heima. Algjör snilld. Það var dálítið stutt. Þetta var svolítið stutt. Sko, ég var að pæla, var þetta one-handed eða var þetta one-handed rear naked choke eða var sem við báðar lestar? Ég náði hinni inn, þú veist, ég var fyrst með eina bara, en náði síðan hinni. Svo þetta var með báðum. Geggjað. Var þetta gameplanið komandi inn í bardagann eða ætlaði að reyna að stræka meira? Planið svona almennt niður á einhverjum tímapunkti og ég fann bara að það var komin tími til þess. Ég skil þig. Þú ert náttúrulega búin að vera rosalega dugleg á árinu. Þetta er 3. bardaginn á árinu, 2 armbara sigrar, núna rear naked choke, fór svo ADCC, glímdir þar. Hvað tekur svo við hjá þér? Mér langar að fara á MF Europeans í febrúar og keppa helling á næsta ári. Svo sjá það til. Dömur og herrar, gefið Heklu Maríu Friðriksdóttur gott klapp.